Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Hún var alheilbrigð en lét þá taka af sér bæði brjóstin af ótta við að greinast með sama krabbaminn og móðir hennar sem hefur nú fengið að vita að hennar sé ólæknandi. Við heyrum nú sögu mæðgna en í þessari fjölskyldu eru meiri líkur en minni á því að greinast með krabbaminn einhver tíma á ævinni. Mamma greindist með krabbaminn 97 og var látin bara á 3 vikum eftir að hún greinist. Hún átti 2 systkini sem bæði höfðu látist úr krabbameini og bróðurdóttur sem var nú bara 30 þegar hún fékk krabbamein, brjóstakrabbamein og lést 38 ára gömul. Nú sjálf fæ ég krabbamein 97, 45 ára í brjóstið og þá var tekinn fleygur og ég fór í geisla. Nú, ég var bara hrein og fín og gekk allt vel, alveg bara til 2008, þá greinist ég aftur og þá brjóstið fjarlægt og allt hreint og fínt og ekkert í eitlunum og já, á þeim tíma þá kemur í ljósa að þá förum við í rannsókn. Ég og fjölskyldan mín, eða ég og dóttir mín aðalega og þá kemur það upp að við erum með genatengdan sjúkdóm eða það er arfgengt BRCA2. Talið er að 5–10% brjóstakrabbameina séu ættgeng og því valdi gen sem erfist frá foreldri til barns. Flest tilfelli ættgengs brjóstakrabbameins tengjast 2 stökkbreyttum genum, BRCA1 og BRCA2, sem stendur fyrir brjóstkanser. Þær mæðgur fóru reglulega í myndatökur og blóðprufur eftir það á 6 mánaða fresti eða til ársins 2011. Þá kemur það í ljós að ég er komin með meinvörp í beinin og þá fórum við nú að hugsa, ég hafði verið í mjög góðu eftirliti, en þetta sást bara ekkert á blóðprufum. Það var bara, fyrst fannst mér allt í lagi að vera í eftirliti og fannst ekkert að því. Og svo bara þegar þetta gerist hjá mömmu að færi sem meinvörp, þá fer ég bara að spá í til hvers að vera bíða, kannski 10 ár og kannski 20–30 til þess að fá krabbamein. Til þess að þá láta fjarlæga hvort er brjóstin sem að síðan þá kannski getur farið í beinin eða eitthvað. Bara fjarlæga þetta og vera áhyggjulaus sem eftir er. Að fjarlægja heilbrigt brjóst annað eða bæði svo eggjastokka flokkast undir fyrirbyggjandi skurðaðgerðir. Þetta er mjög ágeng og óafturkræf leið til að minnka líkurnar, leið sem sumar konur með breytt BRCA1 og BRCA2 gen velja. Var það erfið ákvörðun? Já, hún var það alveg. Þetta var alveg búin að hugsa þetta. Þetta er náttúrulega mikið að hugsa bara eftir að veist að þú ert með þetta gen og hvort þú ætlar að halda þessu áfram eða láta fjarlægja eða hvað. En bara miðað við það sem við lentum í, það sem kom fyrir mömmu og þá fannst mér það bara ekki spurning. Eftir að búin að ákveða hana þá, þú veist. Með fyrirbyggjandi skurðaðgerð er unnt að minnka líkur á að fá brjóstakrabbamein heil 97%. Með aðgerðinni er nánast allur brjóstvefur fjarlægður þannig að fáar brjóstafrumur verði eftir sem gætu þróast yfir í krabbamein. Var það alferð þín ákvörðun eða bentir þú en á það? Við ræddum þetta náttúrulega fram og tilbaka. Það eru meiri líkur en minni að hún fái krabbamein. Ung og vera lasin þegar brjóst er fjarlægt eða vera frísk þegar brjóst eru fjarlægt. Jú, við ræddum þetta mikið. Við sáum líka óperu þátt, manstu. Já, það var eiginlega á sama tíma og þegar að BRCA kemur upp þá þurfa börnin mín og systur að fara í eftirlit. Eða já, eftirlit eða í rannsókn til að vita hvort að þau séu með BRCA. Og það sluppi öll. Það eru 50% líkur að þú berð þetta til barnanna þína, hvort sem er að ræða karlkyn eða kvenkyn. Hvorki Agnes né Valdís vissu þegar þær eignuðust börn að yfir 50% líkur væri á því að börnin yrðu með BRCA1 eða 2. Einhverju myndu ekki þora að eignast börn í þessari stöðu og myndu frekar ættleiða, en hvað segir hún? Nei, bara gera nákvæmlega sem þeim langar til að gera. Ég meina,
ef að ég myndi vilja eiga fleiri börn í framtíðina og bara myndi ég gera það. Mér finnst þetta ekki vera til þess að stoppa það. Tæknin líka fer svo mikið fram. Það eru nýjungar alveg bara stanslaust. Þannig við vonum bara eftir því að það bara finnist lækning og bara því fylgdi betra, meiri líkur á manni. Það ekki hægt að lifa í hræðslu? Nei, alls ekki. Ég held að flestir geti verið sammála að þessi glæsilega kona líti út fyrir að vera alheilbrigð og segir dóttir hennar viðhorf móðurinnar vera ótrúlegt. En hvernig lítur einmitt staðan út hjá þér í dag? Þetta ólæknandi og þetta bara mesta fyrir það. Ég fer 3 í mánuði í lyfjagjöf og búin að gera það síðastliðin 2 ár tæp. Jú, þetta akkúrat erfitt en ég á lífi. Ég með hár. Hárið mitt, það hefur mikið að segja. Það hefur ekki farið í þessari meðferð. Þetta getur komið að því að það þarf að breyta meðferð. En þá tekur maður bara á því. En hann lifir bara einu sinni og bara ég búin að eiga frábært líf. Hún ótrúlega duglega að taka sér til. Og lítur alltaf ótrúlega vel út. Ótrúlega flott og sterk. Skella sér einum bleikum varlit og þá svona að reyna við aðeins og maður reynda svartklædd núna en reyna aðeins að vera svolítið í skæru og fínu og maður hefur ekkert val. Ég sögðu við mig áðan að fyrir 2 árum hefur þú spurt krabbameinslækninn hvort þú myndi lifa út árið og það með 2 ár síðan. Já, hugurinn skipti miklu máli. Jákvæðnin og gleðin og miðað við allt sem hefur gengið á síðustu ári í sambandi við þetta allt saman að þá bara tökum við þetta á gleðinni sko. Fíblumst bara á flissum og gerum grín og svona. Gerum mikið grín. Mikið stríða henni rosalega. Það bara gaman. Svo það að vera. Maður verður að geta hlegið af þessu og þetta á ekki að vera feimnismál. Ekki mitt, reyndar það kannski ekki, maður ekki kannski geta hlegið af svona, minnst nú alvarlegra það sem að mamma með og svoleiðis sko. Það ekki þannig að maður takir þetta ekki alvara, gerir það alveg. En svo bara eigum við bara svo frábæra fjölskyldu. Það hefur svo mikið að segja. Makarnir, pabbi hennar og maður og svo systkin hennar og barnabörn. Gott að hafa stuðningsnet í kringum sig í svona aðstæðum. Bara númer 1, 2 og 3. Og það sé gríðarlega mikilvægt að ræða málin. Fólk megi ekki að fara í feluleik með þau, ef þetta komi erfiðir dagar og þá sé besta málin sé opin til umræðu. Já, skiptir öllu máli. Ræðum þetta alveg bara í botn, ekki neitt feluleikur og spjöllum mikið þetta en við erum ekkert að ræða þetta alveg svona stanslaust. En það tekið mjög mikið til mín, alveg ótrúlega mikið og þannig að nú ég bara eins og prinsessa. En tölum við aðeins margar konur tala ekki beint fordómana heldur svona vandræðagangin í kringum þetta og að missa brjóst og svo framvegis. Fara í sund til dæmis getur verið mjög erfitt fyrir konur sem hafa lent í þessu þó þeir séu mitt inn í kvenna klefanum og það sem ætti að vera ennþá meiri skilningur og svo framvegis. Hver þín upplifun? Það fyrsta sem ég gerði eftir að ég var farin að gróa var að fara í sund. Ég ákvað bara strax með enga geruvörtur og svoleiðis. Með vefþenslupokana? Já, með brjóst sem voru ekki eins og svo brjóst í laginu. Í byrjun maí voru svo þessir pokar fjarlægðir og sílikonsett í staðinn. Fyrir nokkrum vikum fór hún svo lét búa til geruvörtur með því að taka bita úr eyrnasneplunum og sauma á brjóstin. Í næsta mánuði fær Valdís svo tattoo á Landspítalanum í stað vörtubauksins. Mér finnst leiðilegt hvað þetta er mikið feimnismál. Ég vil, tala um þetta og við eigum að, mér finnst leiðilegt að, ég get náttúrulega ekki sett mig kannski í spor allra, þetta er náttúrulega bara rosalega viðkvæmt og misjafnt. En mín reynsla allavega svo og að tala um þetta, vera ekki feimin og það hefur hjálpað mér ótrúlega mikið að vera bara opin. Má fólk koma og spurja? Já, alveg svoleiðis bara guð velkomið, það oft gott. Það miklu betra í rauninni heldur en
sem ég tæklaði þetta ekki, jafnvel vinir tæklaði þetta ekki og þora ekki og verða vandræðilegir og svona, og það skiljanlegt. En já, ég meina, ég hef ekkert gert af mér og bara, já, alveg sjálfsagt. Bara gott að fá að spjalla þannig slagi þó maður sé nú ekki alltaf að nenna því. Nú þegar búið að taka bæði brjóstin af þér, ert þú í sama áhættuhópar og næsti maður að fá krabbamein eða hvernig er það? Nei, nú ég held að venjuleg kona sem ekki með þetta gen 12% líkur að fá brjóstakrabbamein en ég komin niður í 1%, það alltaf eitthvað smá, en það náttúrulega úr 60, 70, 80, heyri svo marga mismunandi tölur sko. Ég hef heyrt alveg upp í 86% líkur, en núna ég bara búin að fjarlæga það. Valdís einn 20 kvenna sem farið hefur í slíka aðgerð hérlendis. Enginn þessara kvenna hefur greinst með brjóstakrabbamein eftir það, svo vitað sé. Ég náttúrulega samt í hættu með eggjastokka, en það samt eiginlega ekki fyrir en svona eftir fertugt. En þeir verða teknir bara fertugt þannig, og ég fer í 6 mánaða fresti sónar og blóðpröfur út af því. Þetta kannski heimskuleg spurning, en hvers vegna, ég veit að þú ert búin að eignast 2 börn, af hverju lætur ekki taka þá í dag? Það hefur eitthvað að gera með í sambandi við hormónuna. Ég hreinlega má ekki vera á svona hormónalyfjum svona lengi. Þannig að, já, ég of ung ennþá. Ég mátti missa alveg 1, 2 og 3, það var allt í lagi. Það varst komin yfir tíman. Já, ég var komin yfir tíman. Hvernig lítið á framtíðin í dag? Bara björtum augum. Já. Svo ég segi, já. Tökum bara eitt dag í einu og lifum lífin í botn. Það er aðalmálið. Það lítur endurmeta lífið og hugsa allt upp á nýtt. Ég veit ekkert einu sinni hvort ég hafi eitthvað endurmetið. Ég meina, ég hef alltaf vitað að maður væri dauðlegur. En ég reyndar ger ekki plön, ég verð ekki í húsbílnum á Spáni í ellinni eins og ég ætlaði. Ég veit það alveg. Og ég veit að ég fæ minni tíma. En hvenær, ég veit það ekki. Og ég pantaði ekki ferðalög eða farmiða nema bara að maður stekkur eftir hvernig mann líður. Og ég get ekki panta ákveðið bara ég ætla að fara í maí. Ég veit ekkert hvernig ég verði í maí. En ég veit kannski hvernig ég verð núna næsta halvamánuðin og þá stekkum maður á stað og eitthvað svona, þannig að það breytingin á lífinu en bara, já, enginn veit sína ævi fyrir allir og við bara lifum lífinu bara, það allt hérna, að byrja allt hérna í höfðinu að vera frískur. Já, hvernig skiptir máli? Já, það myndi ég segja. Hvaða skilaboð hafið þið til fólks þarna úti mitt sem að lætur hvað sem stressa sig eða pirra sig í lífinu? Lífa lífinu í botn bara njóta. Já, flottar mæðgur, en Ísland í dag verður þá ekki lengra hjá okkur þetta kvöldið, sjáumst aftur á mánudag, þangað til, góða helgi.